Fósturbræðurnir í Hjarðarholti, Kjartan Ólafsson og Bolli Þorleiksson fóru oft í bað í Sælindalslaug. Oft hittist svo á að Guðrún var við laugina þegar þeir komu þangað. Ég að hugsa að fara í Sælindalslaug til þess að baða mig. Já, ég að hugsa að koma með þér. Já, kannski verið Guðrún þar. Hún baði sig oftar, vonandi hittum hana. Það svo gaman að tala við hana. Hún bæði orðheppin og vel máli farin. Var talað í sveitinni að Guðrún og Kjartan ættu vel saman. Feður þeirra, Ólafur faðir Kjartans og Ósvífur faðir Guðrúnar voru líka góðir vinir, en þrátt fyrir það var Ólafi ekki vel við að sonur hans færi ofta að hitta Guðrúnu. Ég veit ekki neina aðra konu sem er sambandið við nema Guðrún. En ég hef það á tilfinningunni að ómikið samskipti við laugafólk á eftir að vera erfitt og þér til góða. Ég vil ekki gera neitt á móti þér sem ég get ráðið við. Þó hélt Kjartan áfram að fara vestur í Sælindalslaug og fór Bolli jafnan með honum. Eitt sinn lögðu Kjartan og Bolli leið sína suður í Borgarfjörð, hitti þar mann sem hét Kálfur Ásgeirsson, norðan úr Húnaþingi. Hann var siglingamaður og átti skip í Gufurárósi. Kálfur, getur þú selt mér skipið hált og siglt með mig til Noregs? Ég fús til þess. Svo riðu þeir fóstbræður heim og sögðu Ólafi. Mér finnst þú að hafa ákveðið ferðina frekar skjótt en ég ætla samt ekki bannaðar að fara. Litlu síðar ríður Kjartan vestur til Lauga og segir Guðrúnu frá utanferð sinni. Skjótt hefur þú þetta ráðið, Kjartan. Skildist Kjartan að henni líkaði þessi ráðagerð ekki? Hvað get ég gert fyrir þig í staðinn? Þú mátt gera eina bón mína. Þá vil ég fara utan með þér í sumar og hefur þá bætt við mig þetta bráðræði. Nei, það vil ég ekki. Bræður þínir eru of ungir, en faðir þín er of gamall til að þið geti verið án þín. Ég vil að þú verið eftir heima og bíða eftir mér í 3 vetra. Ég lofa engu. Guðrún og Kjartan skildu svo ósátt, síðan riðu þeir Kjartan og Bolli til skip suður í Borgarfirði, hitti Kálf Ásgeirsson og sigldu til Noregs. Bolli og Kjartan komu til Noregs. Ég var að heyra að Ólafur konungur Tryggvason var orðinn konungur yfir Noregi. Já, og hann vill að allir Norðmenn hætti að blóta heiðin, goð og taki krist. Já, það eru margir Íslendingar hér sem hann bannar að fara heim, nema að þeir taki kristni, en þeir hafa neitað. Eftir að Kjartan og Bolli komu til Noregs héldu Íslendingar fund með sér í borginni Niðarósi og komu sér saman að neita allir að gerast kristni. Dag einn haustið í góðu veðri fóru menn úr bænum að synda í ánni Nið. Við ættum að fara í sundið að skemmta okkur. Kjartan og Bolli sá einn mann sem var langbesti sundmaður. Ætti ég að fresta þess til að keppa í sundi við þennan mann? Ekki ætla ég eitthvað mitt færi. Eigi veit ég hver kapp þitt nú komið. Það máttu gera ef þér líkar. Kjartan fleygði sér í ána og að manninu sem best var sundfær. Færir hann í kaf, heldur hann niðri í langa stund. Þeir fara svo upp aftur, en litlu sig að þrífur maðurinn til Kjartans og keyrir hann niður. Þeir voru nú í kafi svo lengi að Kjartani þótt nóg Komu þeir enn upp, engin orð fóru á milli þeirra. Í 3. sinn fóru þeir í kaf og voru miklu lengst niðri. Þykist Kjartan nú aldrei hafa komist í jafnmikla mannraun. Þó koma þeir að lokum upp og synda til lands. Hver er þessi maður? Kjartan heiti ég. Þú ert sundfær vel. Eða ertu að öðrum íþróttum jafnvel búin sem þessari? Það var orð á þegar ég var á Íslandi. En nú þykir ekki mikið þetta vert. Það skiptir nokkur við hver þú hefur átt eða því spurð mig einskis. Ekki heyrði ég nafn þitt. Bæði er að þú ert gjörfulegur maður, enda lætur alla stjórnlegan, en enginn að staður skaltu vita við hverjum þú hefur stundað þreytt. Hér er Ólafur konungur Tryggvason. Kjartan svarar engu og snýr þegar í burtu. Hann er skikkjulaus í skarlatskyrtli rauðum. Kjartan, ekki fara svo skjótt. Kjartan snýr þá aftur, þá tekur konungur af herðin sér skikkjuna góða og gefur Kjartani. Þú skildi ekki skikkjulaus, gangi til mín mamma. Þakka þér fyrir gjöfina. Kjartan gengur til manna sinna og sýnir þeim skikkjuna. Ekki létu menn hans vel yfir þessu, þótti Kjartan að hafa gengið á konungsvald.
Íslendingar og menn úr Þránheimi eru samankominir í Niðarási, konungur boðar kristna trú. Takið kristna trú. Margir úr Þránheimi vilja berjast. Ég hef sigrað fyrir. Ef þið viljið berjast þá skuluð þeir vita að ég hef sigrað verra. Sumir Íslendingar verða hræddir og ákveða að skýrast. Kjartan og Bolli tala saman. Hversu fús ert þú til að taka við trú konungs? Mér finnst trú þeirra veik. Ég vil ekki vera því þvingaður. Ég vil ekki vera tekið sem lamb, en ef ég á að deyja þá vil ég ekki, Hvað ætlar þú að gera? Ég ætla að brenna konunginn inni. Það verður ekki gert. Konungurinn er vel farinn. Morguninn eftir boða konungur Íslendingana á fund. Viljið þið taka skýr? Nei. Hverjum ykkar þótti að ráðlegast að brenna mig inni? Það muni þér ætla að sá maður hafi ekki einir til að gangast við því, en hér mátti þann sjá. Þú heldur kannski að við munum ekki segja hver okkar það var, en það var ég sem sagði það. Sjá má ég þig, ég vissi ekki hvort þér væri alvara. Ég ætla ekki að drepa þig fyrir þessa sök. Farðu í friði hvert sem þú vilt að þessum fundi. Ég ætla ekki að punda ykkur í kristni, því Guð sagði að hann vilji ekki neini komi nauðugur til sín. Þennan sama vetur léti konungur gera kirkju Niðarási og Kjartan og Bolli tóku við kristni. Konungurinn fréttaði þessu því hann var alltaf með njósnara í bústöðum heiðinna manna. Hann var mjög glaður við þessa fréttir. Snemma morguninn eftir gekk konungur til kirkju og mætti Kjartani. Ég vil ekki deila trú frændu mína, en ég kýs frekar að vera með konungi. Vorið eftir stakk konungur upp á því við Kjartan að hann færi til Íslands og boðaði löndu sínu kristni. Ég vil ekki deila trú frændu mína, en ég kýs frekar að vera með konungi. Í stórum hallagarði situr konungur í hásettinu sínu, Kjartan stendur við hlið hans. Kjartan, þú fer til Íslands og boðar þar kristni trú. Þetta er fyrir framtíð landsins. Ekki með ættingi mínum, herra. Ég vil vera hjá þér. Það er betra að þið vita ég sé með yður. Nú sendi ég ykkur aftur til Íslands, en ég held 4 gíslum hjá mér. Með þeim er Kjartan Ólafsson. Bolli og Kjartan standa við skipið. Gissur, Hjalti og Bolli sigldu til Íslands. Þeir komu á land í Vestmannaeyjum og fóru þaðan til Alþingis. Þar boðuðu Gissur og Hjalti kristna trú og samþykktu Íslendingarnir þá að taka kristni. Á Alþingi hitti Bolli Ólaf Páa, fóstra sinn, og reið með honum vestur í Hjarðarholt. Bolli er heima hjá Guðrúnu, þau tala saman. Hvernig hefur Kjartan það? Hann er í hirð Ólafs konungs og er metur þar, en ég held að hann verður ekki hér mikið á næstunni. Er þetta bara vinátta þeirra konungs? Talað er vinátti hans við Ingibjörgu, konungssystur. Konungur mun líklega gifta honum Ingibjörgu. Það er gott að heyra. Ef hann fær góða konu, þá er Kjartani fullboðið. Bolli kemur oft til Guðrúnu í Laugum. Einn daginn spyr hann hana. Ef ég bið þig að giftast mér, hvað myndirðu segja? Ég mun ekki giftast neinum, á meðan Kjartan er ennþá á lífi. Ef þú býður eftir honum, verður þú líklega mannlaus í nokkur ár. Kjartan hefur getað beðið mig að skila eitthvað til þín, ef honum hefði þótt það mikilvægt. Bolli og Guðrún skiptast á nokkrum orðum þar sem þau eru ósammála. Bolli kveður og fer. Bolli tala við Ólaf Páa, frænda sinn. Frændi, ég vil biðja Guðrúnu Ósvífursdóttur. Ef Ósvífur samþykkir. Bolli kemur til Lauga og tala við Ósvíf. Ósvífur, ég vil biðja dóttur þinnar. Ef Guðrún samþykkir. Ósvífur fer til Guðrúnar og segir henni frá bónorðinu. Vil biðja þig, það væri góð ákveðun. Ég neitaði honum áður. Og það stendur enn. Ég hugsa málið.
Bolli og Guðrún giftast að lögum, þau eru saman veturinn.那时的你我 Sitting in the car, listening to Blind， 左边每个角落，只有你和我，不需要多说，笑的。